Komið þið sæl. Það ánægjulegt að fá að tala við ykkur hér í dag á 10 ára afmæli grænni byggðar. Og það sem ég ætlaði nú svona að fjalla er átak til að minnka kolefnisfótspor sem bundið í mannvirkjum. Þannig að grænni byggð gerðist aðili að World Green Building Council í fyrra og þetta félag, þessi alþjóðasamtök hafa gefið út skýrslu þetta efni sem á mjög ríkt erindi við okkur hér á Íslandi, sérstaklega. Og ég ætla aðeins að fara yfir efni þessara skýrslu og lýsa því hvernig þetta snýr við okkur hér á Íslandi. En World Green Building Council eru alheimssamtök grænni byggð með aðildarfélögum í 70 löndum. Og markmið samtakanna að hvetja til og styðja við sjálfbæra þróun í mannvirkjagerð í samræmi við Parísarsamkomulagið að stöðva allan útblástur gróðurhúsalofttegunda í mannvirkjagerð fyrir árið 2050. Og þetta alveg gríðarlegt átak sem við stöndum frammi fyrir. Þetta verður ekki hrist fram úr erminni og ef við að ná þessu markmiði fyrir árið 2050 þarf heldur betur að taka til hendinni í þessum málum. Í skýrslunni eru aðalega tvö helst hugtök sem vert að skoða aðeins og fyrir okkur Íslendinga það oft mjög mikilvægt að reyna að fá íslenska þýðingu eða íslenska skilgreiningu á svona hugtökum sem við lesum og sjáum erlendis frá á ensku oftast. Og hér svona tilraun til þess að útskýra þetta í einhvers konar máli sem Íslendingar skilja. En við erum að tala í raun og veru að kolefnisfótspor mannvirkja skiptist á 2 vegu. Það annars vegar bundið kolefni sem á ensku hefur verið kallað embodied carbon eða líkamnað kolefni, ef maður vill segja það beint, Og hins vegar það kolefnisnotkun eða operational carbon. Og ef við skoðum þessi 2 atriði nánar, þá sjáum við það að þetta sem kallað bundið kolefni, það sú losun á gróðurhúsalofttegundunum sem á sér stað áður en að mannvirkið tekið í notkun. Vegna úrvinnslu og flutnings á hráefni og framleiðslu og flutnings byggingarefna. Þetta líka líka sú kolefnisnotkun sem á sér stað á meðan að mannvirkið í notkun í formi viðhalds og viðgerða, þar að segja þegar við erum að endurnýja eða lagfæra byggingarefnin sem eru til staðar. Og svo að lokum það líka bundið í því sem verður til vegna niðurrifs og brottflutnings og endurnýtingar við lok líftíma mannvirkis. Aftur á móti kolefnisnotkunin, það sú losun á gróðurhúsalofttegundum sem á sér stað á meðan mannvirkið í notkun. Það að segja aðalega þá bara í orkunotkun við rekstur á mannvirki. Og þetta eru þessi 2 meginatriði sem fjallað Tilgangur skýrslunnar svolítið til að vekja okkur til umhugsunar þetta. Hér hefur komið fram oft í dag hversu stóran hluta mannvirki eiga í heildarlosun mannkynsins og það skiptir svona gróflega 28% af völdum kolefnisnotkunarinnar, það að segja orkunotkunarinnar í rekstri, og 11% cirka bundið í mannvirkjunum. Og nú þegar hafa flest ríki heims sett sér einhver markmið eða lagt af stað í aðgerðum til þess að draga úr þessari kolefnisnotkun, það að segja á meðan húsið í rekstri, með orkuskiptum. Og við eftir að sjá fram á það á næstu árum og áratugum
í æ ríkara mæli þjóðir sem eru að framkvæma orkuskipti og fara yfir í vistvænni orkugjafa. Og hvað þýðir það þá? Jú, það þýðir það að eftir situr hið bundna kolefni. Og við erum ekki að tala neitt lítið magn, þó þetta sé bara 1/3 af þessari heild, eins og það í dag. Nei, við erum að tala mannvirkja massa alls mannkyns og allrar mannkyns sögunar. Það það sem við þurfum að glíma við. Minnsti vandinn liggur í því að leysa þetta vandamál þegar við erum að taka ný mannvirki í notkun, vegna þess að þau hægt að hanna og byggja með þetta í huga. Langstærsti vandinn í þeim mannvirkjum sem enn uppi standa og eru, eins og kom fram hér áðan, 99% af heildinni á ári hverju. Og þar verkið sem þarf að vinna. Fyrir árið 2050 og allt í einu bara örstutt til ársins 2050 þegar maður setur þetta í þetta samhengi. En með þessari skýrslu þá vilja alþjóðasamtökin beina sjónum sínum að markmiðum og aðgerðum til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sem bundin eru í mannvirkjum. Og við sjáum hérna einhverja skýringarmynd. Hér að ræða kolefnisfótspor mannvirkis sem erlent, þetta erlent húsnæði og það hérna einmitt það sem ég var að tala áðan. Þetta hefur þetta skiptir okkur Íslendingum mjög miklu máli vegna þess að staðan erlendis þessi og erlendis verið að vinna í því að draga úr kolefnisnotkuninni á meðan við höfum þessa stöðu og það sem okkar hlutverk þá fyrst og fremst að beina sjónum okkar að því að draga úr kolefnisnotkun sem bundin. Þar getum við náð mestum árangri og þar getum við verið í forystu með því að horfa á þessa þætti. World Green Building Council hefur sett sér ákveðið markmið að árið 2030 sem vegvísirinn hér nær til, sem hún nefndi hér áðan, hún Þóra, að það verði dregið úr bundnu kolefni í nýjum mannvirkjum 40%. Nýjum mannvirkjum sjáðu til og að kolefnisnotkun frá nýjum byggingum verði engin, verði 0. Og þetta eru áskoranir sem hér verið að setja fram. En fyrir árið 2050 að þá verði ekkert kolefni bundið í nýjum mannvirkjum. Ekkert. Og að kolefnisnotkun frá öllum mannvirkjum, líka eldri mannvirkjum, verði engin. Þetta verkefnið okkar næstu 30 árin að ná þessu markmiðum Parísar samkomulagsins. World Green Building Council hefur velt því fyrir sér hvernig má þá ná þessu. Hvaða aðferðum eigum við að beita í þessu? Og benda á nokkur atriði að við áætlanagerð skyldi maður ávallt hugsa fyrst: þörf á að byggja? Og meðan við byggjum ekkert, þá eykst ekki losunin. Og þess vegna þarf það alltaf að fara í gegnum einhvern ákveðinn ákvörðunarferli hjá þeim sem vill byggja. Hann verður að taka þessa meðvituðu ákvörðun og segja: jú, við viljum byggja, það þörf fyrir meira nýtt húsnæði. Og ef það svarið, þá verðum við að velta því fyrir okkur hvort það sé þá ekki nauðsynlegt að athuga hvort það sé bara hægt að byggja minni einingar í staðinn fyrir það sem áður hefur verið gert. Byggja minna. Og það þá áskorun til hönnuðanna að takast á við það
sýna fram á að það sé hægt að stunda þá starfsemi sem mannvirkið á að hýsa bara á minna svæði eða minna umleikis. Við getum að sjálfsögðu reynt að byggja af útsjónarsemi með öllum þeim mælingum og tækjum sem við eigum í dag sem miða að því að leiða okkur áfram að vistvænni lausnum. Og það er þá gert á hönnunarstigi líka. Og svo þegar kemur að því að reisa mannvirkið, að þá megum við að sjálfsögðu hugsa til þess að byggja skynsamlega. Og hafa þá hafa það hugfast hvað við erum að gera. Og loks í rekstrinum að þá hlýtur hann alla tíð að snúast það að reyna að draga sem mest úr áhrifum hans á loftslagið. Og það talað 4 lykilatriði til að minnka þá kolefnisfótsporið. Það eru fyrirbyggjandi aðgerðir, það er að segja að meta þörfina á nýbyggingum og bera saman við mögulega endurnýjun eða endurnotkun. Eru til hús sem við getum notað undir þá starfsemi sem við ætlum og við getum bara með tiltölulega einföldum aðgerðum breytt þeim þannig að þau nýtast betur. Við getum minnkað og hagrætt og við þurfum að skipuleggja með framtíðina í huga og síðast, ef allt annað bregst og ekki gengur að fá bókhaldið niður í 0, þá verðum við að beita kolefnisjöfnun til þess að takast á við lokaskrefið. Í skýrslunni líka sett fram svona vegvísir gerð vegvísa. Og ef ég gríp bara svona lauslega ofan í það sem hér kemur fram, að þetta sett upp í ákveðnum skrefum, 5 ára skrefum, og það eru ýmsir aðilar sem eru þar tilteknir sem hafa með byggingamál að gera, eins og fagfélög og stjórnvöld og sveitarfélög og framkvæmda aðilar og fjárfestar og svo framvegis. Og við tökum út nokkur, að við til dæmis eins og fagfélög eins og okkar, að fyrir árið 2030 þyrftum við 2025 þyrftum við samtök byggingariðnaðarins að beita sér fyrir gerð vegvísis í átt að kolefnishlutleysi bygginga og það að gerast núna hjá okkur á Íslandi. Og framkvæmda aðilar, þeir þurfa að tileinka sér viðeigandi vegvísi til að fá í átt að kolefnisleysi og gera kröfu til efnisbyrgja að þeir veiti upplýsingar hráefna og kolefnisnotkun byggingarefna. Þetta færist stöðugt í vöxt og þarna erum við í framsókn og vonandi að við náum einhverjum svona póstum fljótt. Sveitarfélög, þau tileinki sér markmiðum kolefnishlutleysi fyrir mannvirki og marki sér skýra braut það hvernig þeim markmiðum skuli náð árið 2030 samkvæmt þessu korti. Og hönnuðir að þeir ráðleggi ávallt kolefnishlutlausar mannvirkjalausnir árið 2040. Og með svona samstilltu átaki þá náum við markinu. Öðruvísi gerum við það ekki. Takk fyrir.